og þá geymist það sem að ég að fara yfir og það gott fyrir ykkur að líta á þetta kannski fyrir próf. Ef að ég að fara yfir einhver atriði fyrir próf, þá gott að renna yfir þetta á það heitir, þið kannski kannist við það einhverjir, að ég með PLC kennsla. Það byrjaði þannig að ég var með að nota þetta fyrir iðntölukennslu. Þetta sem sagt það sem ég tek upp, það fer hingað inn á PLC kennsla á YouTube, þannig að þið vitið að því. Býtum við, já, þarna voru við, eða hvað, hérna. Og þannig að við förum í gegnum þetta, já. Við erum með summa straumana líka með geymsluflögmáli 1 að heildarstraumur 10, svo bara leggst saman greinistraumar, leggjast saman greinistraumar og verður að heildarstraumi og svo varðandi vattastærð mótstaða, við þurfum stundum að passa okkur á því að velja ekki of litla mótstöðu í vöttum, þá getur hún brunnið. Og þetta yfirleitt þannig að maður mælir þetta með bara millimetra máli, skíðmáli bara, eins og maður notar í rennismíðinni og til þess að átta sig á stærð mótstaðana. Það renni bara með því að mæla. Það breidd og lengd á mótstöðum sem maður segir til vattastærðina og svo það kemur fram í lista á þessum föstu mótstöðum hversu stórar þær eru frá viðkomandi framleiðanda, má segja. Svo höfum við eiginbreytilega mótstöður. NTC stendur fyrir neikvæða viðnámshitastöður og það þýðir það ef að við erum með svona mótstöðu. Þessi mótstöð til dæmis notum við til þess að mæla hitastigið á olíu á einhverju vinnuvél eða hitan á vatni, kælivatni á vél, og þegar að vatnið hitnar þá minnkar viðnámið í mótstöðunni og þá getum við tengt þeirra beint bara við svona vísismæli í mælaborðinu og þá verður meiri straumur í gegnum rásina eftir sem að hitinn eykst, viðnámið minnkar í NTC og þá sýnir vísismælirinn hærra hitastig. Það hægt að tengja þetta bara beint. Þannig að N stendur fyrir negatív, sem sagt neikvæð viðnámshitastöður. Minnkar viðnámið, þá sjáum við þetta eftir þessu línuriti að R-ið þetta voru omega hér og þá minnkar viðnámið með vaxandi hita. En aftur á móti með PTC, það til dæmis oft sett í vafninga í mótorum til þess að fylgjast með hitastigi á mótor. Og ef að mótorum verður fyrir yfirálagi þá hitna vöfin, sérstaklega ef við erum notað þetta við hraðastýringar, að þá getum við mælt hitan bara fengið ástandið á mótornum sjálfum, hitan, og þá tengist PTC mótstaðan búnaði sem að slær út mótornum þegar að komið of hátt hitastig fyrir mótorinn. Og þetta þýðir jákvæðan viðnámshitastöðul, sem sagt PTC Positive Temperature Coefficient, og þá hita, ef við fáum aukinn hita þá eykst viðnámið. Það bara nokkuð línulegt á kafla, en það getur verið jafnvel skrítið í byrjun. Og síðan förum við í gegnum þétta. Við erum með mismunandi tegundir af þéttum. Við lærum aðalega svolítið raflausna þétta og tandalþétta. Þeir eru þannig að
maður þarf að snúa þeim á réttan hátt í rás og það er pólun, sem sagt við erum að tengja plúsin á réttan stað, plús og mínus á réttan stað og þeir þola líka ákveðna spennu, þannig að þeir geta sprungið ef við tengjum þá öfugt eða ef við erum með of háa spennu yfir á með það sem þeir eiga að þola með það sem stendur á þeim. Þannig að ef við snúa rétt í rás þá getur við verið að hafa spenna, þá geta þeir sprungið og til dæmis bæði með tandlaþéttana og raflausna þéttana að ef við snúa öfugt í straumrás að þá geta þeir sprungið. Og hérna er svona myndir af mismunandi þéttum og plastþéttarnir eða pólíesterþéttarnir og keramikþéttarnir þeir eru hins vegar ópólaðir. Það skiptir ekki máli hvernig við snúðum þeim og þeir aðalega tengja þá svona hærri tíðni oftast notaði þannig. En raflausna þéttarnir þeir eru notaði til þess að jafna gáruna, sem sagt, þá fáum við svona gáruspennu og þá jafna þeir jafnspennuna þegar við erum að breyta reiðspennu í jafnspennu, sem sagt í afriðuninni, þá notum við raflausna þétta í afriðun og tandlaþétta erum við ofta að nota í til dæmis bara tímasenkunarrásir og slíkt. Við notum tandlaþétta í næsta áfanga. Við notum það ekki mikið núna, við bara mælum það og skoðum þá skráðum stærðar frá þess. Svo náttúrulega förum við gegnum díóðuna að hérna erum við komin með hálfleiðara efni og við skoðum í rauninni bara fyrst hvernig hún vinnur í straumrás áður við förum aðeins að kafa ofan í efnin. Við förum seinna sérstaklega í það að hvernig við náum fram sem sagt með því að setja óhreinda atóm inn í silísium efnið, sem sagt þá erum við með óhreinda atóm sem með einni rafeind færri, þá erum við með pláss fyrir rafeind og það P-efnið svo kallað, positív hlaðið efnið og þá eru straumberarnir í P-efninu, það eru hólur eða pláss fyrir rafeindir, en í N-efninu þá erum við að bæta við, eða þá bætt við, sem sagt, við erum ekki að gera það, þetta er framleitt bara, þá sem sagt, óhreinda atóm þá með fleiri rafeindum, 5 gildum, þannig að silísium þá 4 gild. Þannig að þar hleðsluberarnir rafeindir og það sem gerist að við setjum straum á það, þá þurfum við ákveðin spennu til þess að yfirvinna þessi samskipti, því að þegar þessi samskipti koma saman þá bráðnar þetta eitthvað hérna örlítið og þá verður smá hindrun hérna, jafnvel fyrir sem sagt, leiðinni áttina, sem sagt forspennt átti, eins og kallað. Þegar að díón leiðir þá hún kölluð forspennt, það þýðir að við erum með plús hérna á anóðu og við tengjum þá katóna í áttina til mínus og ég veit að einhvers konar álag í rásinni, þannig að straumurinn verði ekki ómikill og en þannig að ef við tengjum, eins og við sjáum hérna plúsin á anóðu, mínus katóðu, ef við tengjum straumrás svona inn á hana þá leiðir hún, en hún myndar ákveðið spennufall sem að við erum alltaf að nota í útreikningum þetta 0,7 volt. Það fyrir sem sagt silísiumdíóðu eða kísildíóðu, það alltaf notum þessi 0,7 volt. Líka milli base og emitter í transistorum, þar reiknum við með 0,7 volta spennufalli. Þannig að það gerum við og ef við tengjum díóðuna bakspennta þá myndum við setja plúsin á katóðu, mínus anóðu og þá á hana að þola ákveðna spennu
og algeng myndin hérna sýnir okkur afreiðsdíóðu sem við erum mikið að nota. Hún þolir 3 ampere og spennu þolið yfirleitt svona 400 og upp í 1000 volt fyrir eftir síðastaf á henni. Þannig að þá sjáum við hérna að þegar hún forspennt þá byrjar hún að leiða hérna rétt undir 0,7 voltum og þegar hún er fullleiðandi þá hérna 0,7 volta spennufall yfir hana og þetta við erum aðalega að nota silísíumdíóðu. Það eru til þessar germaníumdíóður en kannski minna notaðar í dag. Við vorum meira að nota þær í svona fjarskiptatækjum hérna áður. Og síðan sjáum við hérna germaníumdíóður. Það voru notaðar í fjarskiptatækjum. Já. Og það aftur farið að nota germaníum í þetta sko vegna þess að það verið að lækka spennurnar í ýmsum tækjum og þá eru þær aftur að verða svona ákveðið kostur en þið sjáu hvernig að ef við erum með baksmenta, hún er kannski ekki alveg að vinna eins og silísíumdíóðana en það kannski fyrir svolítið eftir hvernig þetta er uppbyggt. Þannig að við kennum í raun ekkert germaníumdíóðu vegna þess að við notum bara silísíumdíóðu. Við sjáum yfirleitt ekkert annað í okkar umhverfi annað en silísíumdíóðu. Silísíum er bara kísildíóða? Það er bara kísildíóða, já, akkurat. Og svo erum við náttúrulega að nota þessa íhluti ýmist við jafnspennu eða reiðspennu og reiðspennan getur verið að algengast hún fari eða sé að sveiflast einhvern núllás í AC-spennu en svo getur við verið með reiðspennu eða sem við oftast köllum þá signal þá innifalda í jafnspennu og þá erum við með DC-spennu með AC-spennu inni og en til dæmis eins og í gáruspennu þá erum við alltaf með það. Þá er það í rauninni, hún er ekki hrein AC-spenna, ekki sínuspenna, gáruspennan, alls ekki, en við lærum hana. Svo eru náttúrulega ákveðin hugtök í varðandi reiðspennuna sem við kynnumst og ég ætla að taka hérna út, sjá mér svona að við tölum þessa spennu sem að við erum að mæla til dæmis með sveiflusjóni, þá köllum við hana toppgildi reiðspennunar eða max og það er rauninni bara hámarksgildi hérna og við fáum samsvarandi gildi hérna neðst í neikvæðispennunni sko og þannig þetta er sínusbylgjan eins og við köllum hana og þegar við byrjum hérna í núlli kósinusbylgjan byrjar í hámarki, það er svona við tölum mest sínusbylgjuna og við 90 gráðunar erum í hámarki og í 180 gráðum erum komin aftur í 0. Þannig að til þess þegar við erum að stýra einhverju álagi og þegar við erum að kveikja, opna fyrir reiðspennu, þá erum við oftast á þessu bili hérna frá 0 til 180 gráður sem við erum að stýra þessu. En síðan erum við með í varðandi afröðunina þá erum við að vinna með meðalgildi úr hálfu riði. Og hér hérna sjáum við líka að við erum með ákveðið hérna augnabliksgildi sem að við getum reiknað út líka og hérna við erum með það, reyndar annar staðar nákvæmari formúlu fyrir það
En hérna getum við reiknað ef við vitum virkagildið sem að við mælum með reiðspennumæli, þá getum við fundið út hámarksgildið með því að margfalda virkagildið með rótina 2. Og það er það sem við merkjum, sem sagt, U2 er oft merkt að það er spenna á eftirvafi, spennubreytis, eða bara UAC, þá er þetta bara reiðspenna, og eða bara stórt upp. Það er virkagildi reiðspennar. Og skilgreiningin á virkagildi reiðspennar, það er jafnt því jafnspennugildi sem gefur sömu hitaorku ef báðar spennar eru tengdar jafnstórum viðnámum. Þetta er skilgreiningin. Og svo er hérna samhengi á milli hámarksgildis og virkagildis, að virkgildi það er 70,7% af hámarksgildi sínuslægðrar reiðspennu. Og hérna er þá samhengið. Við getum fundið virkagildið með því að segja maksgildið deilt með rótina 2 eða margfaldað 0,707 sinnum max og fengið út virkagildið. Og síðan erum við með meðalgildi úr hálfu riði. Hérna er bara verið að tala um það að við getum ekki verið að tala um heilt rið, bara hálft rið, vegna þess að í hinum tilfellinu er niðurstaðan 0. Ef meðalgildi úr hálfu riði, þá erum við með hérna 63,7% af hámarksgildinu. Ef við tökum þetta svona. Og í riðstraunsrannsóknarbókinni þá er þetta útleiðsla í þessu. Ég man ekki hvort að hún er líka í rafntæknibókina, gæti verið. En allavega í riðstraunsbókinni, gæti líka verið í rafntækni. Og hérna, þetta er bara í hérna heimadæmunum og í verkefnum, þá eru spurningar úr þessu efni sem sagt. Þannig að hér erum við með að ef við þurfum að reikna út meðalgildi sem sagt í varðandi afriðun og við erum ekki með neitt þétt í þessu, þá getum við sagt að við erum með sem sagt meðalgildi úr hálfu riði er 90% af virkagildin. Þá notum við þetta í formúlum og ég þarf að sýna ykkur líka formúlublaði sem við erum að nota í þessu. Sérstaklega varðandi afriðunina. Og já, varðandi hálfbyggjaafriðun, þá þegar við setjum hérna díóðu inn í rás sem er með riðspennu, þá leiðir hún náttúrulega bara í aðra áttina, lokuð í hina áttina, þannig að við fáum bara jákvæða hluta. Þið sjáum við hérna spennar úr riðspennunni. Og þannig að meðalgildið er þá hægt að sýna hérna, því að við deilum líka með 2 vegna þess að við notum bara helmingin af riðbylgjunni. Þessi formúla hérna með meðalgildið er 0,9 sinnum U, það á við sem sagt, ef við getum verið með nýtum líka neikvæða hlutan. Og það gerum við ef við erum með brúafriðun, ekki bara ef við erum með eina díóðu. Ef við erum með eina díóðu, þá erum við að nota þessa formúlu og deila með 2. Og þess vegna er meðalgildið svona lágt hérna. Það er ekki 90%, heldur það er 0,45, sem sagt, 45%. Og þá er það sýnt hérna. Þá deilum við með 2 eða margföldum með hálfum, það er sama. Og síðan notum við hérna þétta til þess að jafna spennuna og þá sjáum við ef við erum með eina díóðu þá fáum við gáruspennu hérna og þessir hérna riðhelmingar eru bara teiknaðir hérna í brotalínu til þess að átta okkur á því hvað er að gerast hérna á meðan. En við á sveiflusjá sjáum við bara þessa línu hér, gáruspennuna, þegar við komum með þéttin, því að þéttirinn hann hleðst upp hérna fyrst, svo afhleðst hann hérna frá toppnum og niður að því gildi
Það fer náttúrulega eftir álaginu og ef að álag ekkert þá bara línan bein, þá bara hrein jafnspenna, engin gára henni. Þannig að til þess að finna meðalgildi úr þessu þá erum við ákveðna formúlu en við getum séð að meðalgildið myndrænt. Þá drögum við beina línu í gegnum hálfa gáruspennu og þá í rauninni getum við fundið það þannig við finnum max fyrst, drögum hálfa gáruspenna frá og drögum líka eitt díóðfall frá. Það sem við erum með náttúrulega bara eina díóðu í hálfbylgjus afriðun. Og já, þá það max hérna, reiknum við át. Ef það væri engin álagsstraumur þá bara línan bein. Þá væri meðalgildið bara alveg sama gildi og maxgildið. Þá engin straumur til þess að afhlaða þéttin. Og ætla hann sýni hérna, já nei, hann fer ekki í það að setja inn formúluna fyrir þetta en aðeins að skoða inn á innunni, undir efni þar sem við erum með formúlur. Hérna formúlur hérna. Já, að hérna höfum við sem sagt við þurfum að fyrst að finna út gáruspennuna og við per aftur í gegnum þetta til þess að afgreiða þessu. Við erum með stöðul hérna sem 12, svo margföldum við strauminn í milliamperum, deilum með stærð þéttisins í mikrofartum. Þá fáum við ákveðina gáruspennu og þá notum við þessa formúlu hérna með þessari rás hér. Þannig að þá sjáum við hér alltaf í formúlublaðinu, það teikningarásinni og svo eru formúlurnar til hliðar sem við getum notað til þess að finna út úr þessu. Við reiknum max, getum gert það þá með því að segja max u sinnum rótina 2, þá erum við komin með maxgildið, það hæsti punkturinn á spennunni með við spennuna sem við fáum inn. Svo draugum við hálfa gáruspennuna frá og draugum 1 díóðu spennufall frá, sem sagt 0,7 volt. Og það stendur hérna, spennufall í díóðu það bil 0,7 volt og við notum það bara sú stærð sem við notum í útreikningum, sem díóðu spennufall. Svo að þetta lítur svona út, skulum sjá, hérna vorum við. Þannig að þá getum við í rauninni reiknað út hvað við eigum að fá það bil mælingu á jafnspennunni sem við köllum meðalgildi. Sjá það, þetta meðalgildi afriðaðrar riðspennu. Þetta þýðir það, með. Þetta í rauninni jafnspenna. Og það mætti líka segja bara DC þess vegna sko, en þetta meðalgildi. Ok, og síðan hérna í lokin á þessum pakka þá erum við með eitthvað sem að kallast formstöðull, að þetta samhengið milli virkagildis og meðalgildis spennunar og þessi formstöðull sem sagt 1,1 og þetta gildir rauninni bara ef að spennan sínuslögð. Ef að einhver bjögun á sínusbylgjunni þá eða sínusbylgjunni klift og við erum að nota mæli sem að getur bara mælt svona með meðalgildsmælingu, þá sýnir hann of lága tölu og lága spennu. Þannig að til þess að fá rétt út úr mæli og erum að mæla reiðspennu þá verður annaðhvort bylgjan að vera sínuslöguð, alveg rétt, sínuslöguð bylgja, eða að við erum með mæli sem að tekur margar mælingar og hann sýnir okkur þá raun
sem sagt gildi eða sem sagt RMS gildi á spennunni. Sem sagt RMS stendur, það er root mean square og við eigum í rauninni báðar tegundir af svona mælum. Það er mælar sem eru bara að mæla meðalgildi og við getum borið það saman. Við getum verið með ljósdeyfi, sem sagt svona dimmerrás, og við getum séð hvað mælir sem sýnir bara meðalgildið sýnir miklu lægri spennu heldur en mælir sem að sýnir virkagildið, raunverulegt virkgildi, því að þá tekur hann margar mælingar og tekur í rauninni allt flatamálið sem að er þarna undir og sýnir okkur rétta gildi, og þá er það kallað RMS gildi líka. En hérna þetta þurfum við ekki að hafa áhyggjur af fyrir en kannski einhvern tímann þegar við förum að mæla svo rásirnar með ljósdeyfi og slíkur. Ok, hérna við eigum einhvern tíma eftir, það er spurning hvort að við hérna eigum að fara í eitthvað æfingadæmi. Xenodion, hún er sérstaklega framleidd til þess að halda yfir sig ákveðinni spennu og passa upp á það að ákveðin tæki eða ákveðin hlutar af rafrás fá ekki of háa spennu, eða fái bara þá spennu sem að er hæfileg, og þetta er notað í til dæmis í stýrirásum. Við sjáum þetta í verkefni 14 hjá okkur til dæmis seinna á önninni, hvernig hún vinnur. Það hún passa bara það að spenna fari ekki hærra en til dæmis í 7,5 volt sem það, og þá er upplæst á þétti og transistor sem býr til púls inn á týrstor, og svo er hérna þá opnast fyrir straum í gegnum týrstor og þá verður aftur 0 á stýrirásinni, og þannig að Xenodion hún passar upp á það að spennan verði ekki of há, og við sjáum til dæmis hér eru 2 mismunandi sýndar á þessari mynd hérna, þessari kennilínu hér. Þá hérna við ákveðna bakspennu þá byrjar hún að leiða og heldur yfir sig ákveðinni spennu. Hér gætu við kallað, hérna getur þetta verið cirka 5 volt, og svo hérna í UZ2 það gætu verið 10 volt, það byrð þannig. Þannig að hún heldur yfir sig, hún er bara framleidd, maður bara kaupir Xenodióðu sem er fyrir ákveðna spennu, og það er kalluð Zener-spenna sem hún heldur yfir sig. Og þetta er kallað í rauninni að hérna díóðnar þær brotni, þetta er svona kallað Zener-brot hérna, en í rauninni hún eyðilegst ekki nema ef við myndum setja of mikið straum í gegnum hana bakspennta. Og þess vegna þá eru þær aflmerktar, og það er einfalt að finna út hvað mikið hámarksstraum þær þola, þá er það bara straumurinn er þá aflið deilt með Zener-spennunni. Þá fáum við hámarksstraum sem það þola. Og þá táknið er mjög svipað bara venjulegur díóð, nema þá er þetta hérna sýnt, þetta hak hérna sem er rauninni eiginleikinn að hún byrjar að leiða hérna við ákveðna bakspennu. En hún virkar í rauninni eins og bara venjulegur díóð forspennt. Þannig að hún getur verið notuð bæði sem í rauninni bakspennt og forspennt sko, en bakspennan er yfirleitt notuð á henni. Og þegar við gerum svona prófun á henni, eða í raunveruleikanum, ef við værum að nota svona rás, að þá erum við með eitthvað tæki hérna til hliðar. Hérna myndum við passa til þess að það verði ekki hærri spenna í 12 volt yfir ákveðið tæki. Og þið vitið til dæmis í bílum, þá erum við með 13,8 volt yfirleitt á kerfinu, rafkerfinu. Það er til þess að getum hlaðið rafgeymun okkar. En ef við værum með eitthvað viðkvæmt tæki sem að þyldi ekki
hærri spennu en 12 volt, þá getum við tengt rás upp sem að lita út það byrja svona, einfaldlega, og þá myndi senadíóðan passa upp á það að það yrði aldrei hærri spenna yfir tækið en 12 volt. En þetta náttúrulega, yfir þá erum við með sérstaka spennuregla sem við notum í svona hluti, en í rauninni þetta væri hægt ef sérstaklega ef tækið tekur mjög lítinn straum, þá væri alveg einfalt að setja upp svona rás. Og ég meina þá það í rauninni bara eitt viðnám, ein senadíóða, og svo tengjum við bara tækið við yfir senadíóðana. En hérna erum við bara að skoða spennumælana og straummælana, skoða spennuðar. Einn spennumælinn myndi bara sýna hvað spenna væri frá því rafkefni sem við tengt við. Ef það væri bíll, þá myndum við fá hérna 13,8 volt eða 14 volt frá sem við sæjum hérna á spennumælum sem er U1 hérna, og hins vegar þá værum við yfirleitt með það bil 12 volt á spennumæli U2 því að hann mælir hérna yfir þennan. Og síðan væri straummælirinn, hann myndi sýna þá ef ekkert tengt við senadíóðana, þá myndi straummælirinn sýna straum sem væri svolítið undir þeim straum sem að díóðan þolir. Og viðnámi hérna þarf að vera náttúrulega stórt í vöttum, nægilega stórt í vöttum til þess að þola þann straum sem fer hérna í gegn. En hlutverk viðnámsins að gefa hæfilegan straum, þannig að við séum með straum sem undir mörkum, þannig að díóðan þolir það, og þá jafnframt ef við tengjum tæki við, þá fer straumur á tækinu í gegnum viðnámið, en þá minnkar straumálagið í gegnum senadíóðana. Þá hitnar hún náttúrulega minna ef við verum með tækið í gangi hérna við þetta, eða ef einhver önnur straumrás hérna. Og þá hérna það hægt að fara í gegnum þetta sýnidæmi hérna, og það sem við gerum, það í rauninni að taka mælingu mjög fljótlega með díóðmælingunum. Það þegar að díóðan mæld fyrst forspennt og svo tökum við mælingu á senadíóðu bakspenntri. En þannig að við höfum hætt við að taka mælingu á venjulegri díóðu bakspenntri, við þurftum það háa spennu, við fórum alveg upp í 300 volt jafnspennu, og þá bara einhverjir sem tóku ákvörðun það að hætta með það, kannski vegna þess að þetta var svona dálítið hættulega há spenna, en það bara ágætt. Og þá var bara senadíóðan sett þarna í staðinn. En við sjáum hérna formúlu fyrir hámarksstrauminn sem að díóðan þolir í max hérna. Það sem sagt aflið sem að díóðan skráð fyrir, til dæmis þessu tilfelli 500 milliwatt, og þá deilum við með senespennunni, og senespennunni 8,2 volt, þá deilum við með henni, og þá fáum við, þetta þá straumur sem að við erum með, sem við þurfum að passa okkur á að fara helst ekki upp í hann, helst alltaf að vera með straum sem lægri heldur en max straumurinn, og við veljum þá viðnámið samkvæmt því. Og ef við værum með 12 volt spennugjafa hérna, þá myndi bara restin af spennunni sem að fellur þá ekki yfir senadíóðan, hún heldur yfir sig 8,2 voltum, og afgangurinn af spennunni fellur yfir viðnámið 3,8 volt. Og þá þurfum við líka að athuga þá, hvaða standardstærð þá næst, við veljum alltaf næstu standardstærð fyrir ofan, þannig að straumurinn verður alltaf minni heldur en 61 milliampere.
við hittum aldrei nákvæmlega á það ef við förum bara eftir standardstærðum. Svo að já, ef við reiknum út viðnámið samkvæmt straumnum, max straumnum 3,8 volt yfir viðnámið VR, deilum við með max straumnum, þá fáum við 62 ohm og tökum næstu stöðluðu stærð sem 68 ohm og þá minnkar straumurinn í gegnum sendíðuna niður í 55,8 milliampere. Þannig að þá hún ekki alveg við í max skilji. Þá þolir þetta örugglega að vera stöðugt í þessum straum. Þannig förum við nú að þessu. En skulum sjá. Já, sko væntanlega förum við hérna svo næst meira í afriðun, heilbylgjuafriðun og slíkt og tökum þá fyrir ljóstíð. Ég ætla ekki að fara í fleira núna því að þá við förum í þetta fyrir þá verkefni 4 og 5. En í þessari viku þá gerum við ráð fyrir að fara í verkefni 1 og 2